Hefur þú einhvern tíma velt fyrir þér hvað það þýðir að móta karakter þinn? Þegar við ferðast í gegnum lífið, hvernig virðast aðstæður móta okkur, knýja okkur áfram eða jafnvel hindra okkur? Hver eru þau gildi sem staðfesta okkur í þessari flóknu ringulreið sem lífið getur verið? Berum við virkan ábyrgð á því að þróa okkur í átt að hverju því sem er rétt, eða leifum við umhverfinu að móta okkur í staðinn? Þetta eru mikilvægar spurningar sem krafist að við skoðum djúpt ef við viljum verða sannarlegar útgáfur á okkur sjálfum. Ellen G. White, þjón Guðs, leiðir okkur í gegnum þessa andlegu ferð með því að kynna okkur hugmyndina að mótun karakterar okkar snýst ekki aðeins siðferði. Það snýst einnig að tengjast Guði og leita að dýrmætum gildum í lífi okkar. Ella skilar dýrmætum leiðbeiningum að kærleiki, fyrirgefning og þjónusta séu ekki aðeins áherslur í trúarlegu lífi, heldur eignin viðmið sem við verðum að lifa eftir í okkar daglegu samskiptum við aðra. Við þurfum að setja þessar dygðir í forgang því þær eru lykillinn að raunverulegri andlegri þroska. Í Biblíunni lesum við að Guð er kærleikur og þetta grundvallarsteinin í því hvernig við erum skapaðir. Á meðan okkur er kennt að lifa siðferðistega, skiptir líka máli að við tengjumst skilningi á Guði sjálfum. Í hverju andartaki, í hverju aðgerð, getum við speglast í kærleika þess sem skapaði okkur. Þannig skapast tækifæri til að hugsa hvernig við getum haft áhrif á líf annara, tengst þeim með því að sýna þeim það sem við höfum lært. Þegar við skoðum eigin hegðun í daglegu lífi, getum við spurt okkur, hvað leitumst við eftir? Hvernig getur kærleikarleg viðbrögð í erfiðum aðstæðum breytt öllu í lífi okkar? Kærleikurinn, það er ekki aðeins tilfinning, heldur virkur áttur sem framkvæmur breytingu í starfi okkar, í einlægu sambandi við Guð og í hverju okkar viðbrögðum við öðrum. Hver einn af okkur hefur tækifæri til að vera ljósið í myrkrinu, að veita öðrum við helst umhyggju og skilning. Ellen G. White útskýrir að munur á að vera góð mann og að vera kærleiksfullur er stór. Kærleiki kallar ekki aðeins á að gera hið rétta, heldur einnig á að gera það af kærleika og virðingu. Hvernig getum við svo flutt þessi gildi inn í okkar daglega líf? Fyrirgefning, kærleiki og umhyggja fyrir öðrum eru ekki bara hugsanir í huganum, heldur aðgerðir í hjartanu. Við skulum leggja áherslu á að hugsa áhrifa kærleika okkar á fjölskyldu, vini og samfélag. Eru verkefni okkar að þjóna öðrum eða bjóða fram hjálp í nauðsyn? Erum við tilbúin að opna hjarta okkar og huga að þeim sem eru í kringum okkur? Í því liggur að tengjast Guði sem er kærleikur sjálfur með því að tjá kærleikan í hagnýtum athöfnum. Við verðum að skynja þá ábyrgð sem fylgir því að lifa í kærleika Guðs því að það er þar sem sanna breytingin byrjar. Þetta andlega ferðalag leiðir okkur nær sköpunar óperu, útskýrir Ellen G. White að við verðum ekki aðeins sjálfboðaliða í eigin lífi, heldur einnig í lífi annara. Þetta mikilvæga gildi hvetur okkur til að spyrja sjálf okkur, hvað get ég gert til að auka kærleika? Kallaðu því á eigin samvisku, leifðu henni að leiða þig að framkvæma þau dýrmætt gildi í daglegu lífi, þar sem hvert spor í kærleika Guðs eflir okkur í þessari innri baráttu. Þannig sköpum við ekki aðeins dýrmætt tengsl við Guð, heldur einnig við hvert annað. Í Biblíunni lesum við að Guð er kærleikur, 1. Jóhannesbréfið 4. 8. Og þess vegna er kærleikurinn okkur gefinn sem dýrmætt leiðsögn í lífi okkar. Þessi einföldu en dýrmætt orð minna okkur á að öllum okkar athöfnum ætti að fylgja þessi grundvallar þáttur. Þegar við viljum skynja kærleika Guðs er mikilvægt að hafa í huga að kærleikurinn er ekki eingöngu huglæg tilfinning, heldur einnig veruleg aðgerð. Þar felur í sér samúð, að hjálpa öðrum, að sýna umhyggju og að takast á við þá sem eru í nauðsyn. Við þurfum að íhuga hvernig við tjáum kærleika okkar í daglegum samskiptum. Ellen G. White talar að okkar sanna trú er ekki einungis í orðum, heldur einnig í verkum okkar. Það skiptir sköpum að loforð okkar kærleika sem á að vera leiðarljós í öllu sem við gerum, sé speglum þess kærleikas sem Guð hefur sýnt okkur.
Þegar við erum í sambandi við Boga er mikilvægt fyrir okkur að spegla kærleika hans í því hvernig við treystum Guði í lífi okkar. Það felur í sér að biðja leiðsögn, að leita að vilja hans í hverju okkar athöfnum og veita öðrum þann kærleika sem við höfum verið gefin. Hugsum hvernig veruleikin í kringum okkur. Í samfélagi þar sem sjálfselska og áhugi á eigin hagsmunum ríkjandi, mun erfiðara fyrir okkur að lifa samkvæmt þessum guðlegu gildum. Almennt erum við að fást við ótal aðstæðum þar sem við finnum til þrýstings. Þá spurningin, hvernig getum við skipt sjónarhorn? Hvernig getum við orðið leiðtogar kærleikans, jafnvel þegar við finnum fyrir þreytu eða óöryggi? Ellen G. White útskýrir að með því að lifa í nægjusemi og þjónustu getum við frelsað okkur frá neikvæðum áhrifum umhverfisins. Kærleikurinn krefst smáfórn, þekkingar á ímyndunarafli og vilja til að breyta. Við þurfum að leita leiða til að sjá gjörðir okkar sem þjónustu. Hvað og eign af okkur getur grannt séð í sínum daglegu aðstæðum? Spurðu sjálfan þig, hvernig get ég sýnt kærleika í því sem ég geri? Hvernig getur þú farið lífið, ekki bara í eigin hagsmunum, heldur líka í þágu annara? Þessar spurningar krafast þess að við veltum fyrir okkur óþægindum, óöryggi og því hvernig við getum veitt öðrum mikla umhyggju. Okkar þjáningar eða svik bjóða ekki aðeins upp á tækifæri til að umgangast Guði, heldur einnig til að telja sáttmála okkar og vináttu í gegnum ákvarðanir sem byggja á kærleika. Ellen G. White bætir við að í hverju verkefni sem við ráðist í sé hagnýting kærleikans útlit okkar. Með því að innleiða kærleika í okkar daglegu hegðun, öðlumst við einnig dýrmætari styrk. Það leiðir okkur nær Guði og gerir okkur hæfari til að þjóna öðrum. Þegar okkar eigin hjörtu full af kærleika, verður auðvelt að bjóða öðrum hjálp, að sýna samúð og að fyrirgefa. Við þurfum að huga að orðum Jesú. Það gefandi að gefa, frekar en að taka, Postulasónum 20:35. Í þessar hugsanir getum við fundið dýrmætt mannleg tengsl sem byggjast á kærleika og þjónustu. Í þessu samhengi einnig mikilvægt að við hugsum líf okkar sem leið tólfanda í starfi Guðs. Ellen G. White minnir okkur á að sannur trúmaður heldur ekki bara í huga sínum, heldur sýnir hann það í athöfnum sínum og halda áfram að vikka út kærleika allra umhverfis. Þetta viðleitni okkur í að vinna að hvattari samfélagi þar sem kærleikurinn ríkir og uppbygging í fyrirrúmi. Við ættum að spyrja okkur, hvernig getum við verið ljósið sem lýsir í myrkrinu í daglega lífinu? Kærleikurinn ekki auðveldur í framkvæmd. Oft erum við rekin að sama eða svipuðum háttum frá fortíðinni í stað þess að öðlast ný viðhorf. Vert ekki hræddur eða skömmuð á sjálfum þér fyrir persónulega þrautir. Mundu að Guðs kærleikur alltaf til staðar og það alltaf tækifæri til að snúa aftur. Höfum trú á að okkar umhyggja geti breytt þessum aðstæðum. Þegar við leitum að sýna nærveru Guðs mikilvægt að við verðum meðvitað hvernig kærleiki getur borið okkur í gegnum erfiðleika. Með því að veita öðrum stuðning og hlýju endurleitum við einnig okkar eigin innri fríð og styrk. Djúpin í kærleika getur verið vonagerð þar sem við vinnum saman í garð Guðs. Við skulum minna okkur á að börnin okkar, fjölskylda, vinir og samfélag á breiðari skala öll blendin af kærleikanum í okkar daglegu lífi. Þeir líka spegil fyrir okkar eigin framfarir og karakter. Þess vegna skulum við leita að tækifærum til að breyta sjálfum okkur, að efla okkur í kærleika, í því skyni að knýja áfram betri framtíð í okkar eigin hjarta og hjá þeim sem við tengjumst. Við þurfum að huga að þeim dýrmætum gildum sem við viljum að sé í hjarta okkar. Í því komum við næst guðlegum gildum, kærleika, fyrirgefningu og þjónustu. Þessi gildin skulu ekki aðeins vera hugleiðingar okkar, heldur lifandi athafnir í okkar daglegu lífi. Enda má segja að kærleikurinn hjarta þess sem við erum, leiðin sem við kveikjum á og staðurinn þar sem sannur fríður eflist. Góðan gang í þessari leið með kærleika og trú sem leiðir okkur að Guði. Í þessu andlega ferðalagi mikilvægt að við hugsum á hverju augnabliki hvernig við getum látið kærleikan leiða okkur.
Það ekki nóg að lesa kærleika, framkvæma hugleiðingu eða jafnvel deila hugsunum okkar ef við erum ekki tilbúin að framkvæma kærleikan í verki. Það í athugunum okkar sem kærleikurinn kemur fram. Ég hvet ykkur að hugsa hvernig ykkar tölvu, verkfæri og orðarófa sem eru viðkvæmt. Hann ómetanleg gjöf og skapar næmt umhverfi til að blómstra í samfélagi okkar. Allir hafa ærin tækifæri til að gera breytingar. Oft byrjar það aðeins með því að breyta hversdagslegum viðhorfum okkar. Hver dagur býður upp á ný tækifæri fyrir okkur að þjónusta og bjóða kærleika þeim sem eru í kringum okkur. Á þessu tímabili sem við lifum, þar sem margir finna sig einangraða eða glemda, eru okkar athafnir dýrmætari en nokkru sinni fyrr. Kærleikurinn brúnin sem tengir okkur saman, indregin í daglegu íverunni, bein ósk að tengjast dýrmætum mannlegum tengslum. Tölum fyrirgefningu. Þegar við förum í gegnum lífið, munum við alltaf lenda í aðstæðum þar sem við þurfum að fyrirgefa, hvort sem það sjálfum okkur eða öðrum. Jesús kenndi okkur að fyrirgefning sé í raun lífsnauðsynleg, ekki aðeins fyrir þann sem fær fyrirgefninguna, heldur einnig fyrir þann sem gefur. Það í þessari fléttu að fyrirgefning leynir á sér kraft sem hefur þann eiginleika að leysa burt hleypur sjálfstrósts og ótta. Þess vegna skulum við alltaf leita að því að fyrirgefa, hvort sem við erum að tala að laga sambönd, leysa deilur eða einfallega fyrirgefningu okkar eigin mistaka. Byrjum á litlum skrefum. Kannski í dag skaltu hringja í gamla vin, senda honum tilkynningu eða einfallega bjóða honum kaffi. Þögul ákvarðanir byggja upp hversdagsleg tengsl sem eta dýrmætum dropar kærleika í mannlegum gagnkvæmum gildum. Eins og Ellen G. White útskýrir, kærleikur vinafari lífsins. Hvernig getur kærleiki sem að lifa í verki eflt okkur öll? Við þurfum að spyrja okkur, hvað get ég gert til að styðja þá sem eru í kringum mig? Kærleikurinn krefst þess að við tökum ábyrgð á gerðum okkar. Það ekki bara drifkraftur í að gefa, heldur einnig virka leið til að byggja upp umhverfi sem hvetur til friðar, jákvæðni og samúðar. Hvernig getum við verið hvatamenn í breytingum í okkar fjölskyldum, í vinnunni eða í skólanum? Við erum ekki bara umhyggjasamir þjónar, heldur einnig leiðtogar í kærleikanum. Við verðum að treysta á innri styrkleikan sem liggur í samvinnu okkar við Guði. En hvað gerum við þegar erfiðleikar koma? Þegar óvissa, eirðarleysi eða missir tekur yfir? Kærleikurinn hefur þann eiginleika að bera okkur í gegnum erfiðleika. Gott að taka ekki of mikið á sig og gæta þess að gefa öðru fólki jafnvægi. Við skulum ekki gleyma að kærleiki getur líka verið hvíld. Þegar við leitum að Guði í þessum bröngum tímum getum við fundið styrk, sjálfsfullan frið sem leyfir okkur að koma okkur saman og nýta kærleikan til að styðja aðra. Lífið fyllt af áföllum, en kerfið sem við stöndum á byggir á kærleika. Hann eins og trástur veggur sem heldur okkur uppi, jafnvel í stormum. Kærleikurinn útgangspunktur í öllum okkar forsendum og þegar indíðin skellir á okkur, leitum við augum til Krist, þar sem svarið alltaf fyrirgefning, kærleiki og leiðsögn. Guðs kærleiki gerir okkur fært að halda áfram, jafnvel þótt við séum brotin. Leit okkur að indífa kærleikanum frekar en að láta þungum sárum dýfa okkur. Við eigum öll tækifæri svo lengi sem við erum tilbúin að sýna sjálfum okkur fyrirgefningu, leiðsagnina, fríði og kærleika Guðs þegar þörf á að teygja. Þetta lykilatriðið í að afla okkur skilyrðislegs kærleika og styrka í krafti Guðs. Svona hversdagslegar athafnir verða veruleg sjálfsaukning á þessu ferðalagi þar sem kærleikurinn alltaf leiðarljós í sköpuninni. Skulum við allir leita að tækifærum til að auka kærleika okkar og sérstakleika í dag. Hugsum hvernig kærleiki getur áhrif á ákvörðun okkar, daglega athafnir, hjálpar okkur að vera tengdur Guði. Breytum ekki bara sjáanlegan kæri, heldur fyllum líka inniblaður í okkur eigin kærleiks. Lögum að aðra sem meiri leyfa og sköpun og hjálpa okkur sameiginlega. Gerum þetta ferðalag að veruleika þar sem kærleikurinn alltaf ríkjandi. Í þessari andlegu sjálfskoðun verðum við að hugsa innra líf okkar. Hvernig hið innra?
Hvernig leysum við baráttuna við okkur sjálf og hvernig getum við innleitt kærleikan inn í þá baráttu? Ellen G. White segir að uppspretta andlegra endurreisnar sé innan okkar sjálfra. Þetta er ekki aðeins skref í átt að Guði, heldur leið sem kallar á okkur að íhuga dýrmætari gildi sem vetum að breyta lífi okkar og þeirra sem við snertum. Í hverju skrefi skulum við muna að kærleikurinn er valkostur. Við getum valið að brosa við fólki, að segja góða hluti, að láta tilfinningar vaksa í okkur til að hlúa öðrum. Kærleikurinn okkar er eins og rót sem vaksar djúpt í jörðina. Jóðverðir okkar vilja líka að fá hugarró, komast í gegnum söluglega tíma og þegar við berum kærleika erum við einhver staðar í breytingum. Þróunarferli okkar er einnig algeng þar sem kærleikur okkar er staðfesta skref fyrir skref. Kærleikurinn er því andlegur krafa að greina tilfinningar okkar í réttum samhengi. Þegar við finnum áfalla skulum við ekki gleyma því að hugsanir okkar eru í stjórn okkar. Með ákveðnum nákvæmni getum við eytt neikvæðum hugsunum og leyft kærleikanum að blómstra. Hver og einn okkar ber með sér dýrmætt gildi sem tengjast kærleikanum, fyrirgefningu og samhygð. Við verðum að vera opnir fyrir því að sýna fólki kærleika, hvort sem það er í gegnum smávægilegar gerðir eða stærri verk. Nú þegar við hugsum að inna fram kærleika, hvað þýðir það raunverulega? Kærleikurinn er ástand, en það er líka athöfn. Það snýst að leggja sig fram. Þetta eru það skref sem við krefjumst að festa í sessi, þar sem komast má í kynni við kærleikan, í samskiptum okkar, í andlegum venjum og í daglegum athöfnum. Í upphafi er kærleikur rótin, en í fjölbreytni útfærslana eru kærleikarnir flottir sem reynir að verða sterkari í okkar persónulegu lífi. Við erum öll andleg sköpun, grafin fyrir kærleika. Við þurfum að viðhalda viðhaldið kærleikanum. Þetta krefst líka þess að nýta ákvörðunatöku okkar til að efla vináttu, lögum að aðgerðum sem snúast að hverfa til okkar rótna saman í kærleika. Lítum í kringum okkur. Hvert skref við trökum í átt til þess að styrkja tengslin okkar er færi á jákvæðum áhrifum, ekki aðeins fyrir sjálf okkur heldur fyrir samfélagið í heild. Hugsum til dæmis fjölskylduna. Kærleikurinn sem við sýnum í eigin hring er grundvöllur þess sem við byggjum á í stórum einkennum. Þetta snýst að agna hvernig við komum fram við hvort annað, hversu mikið kærleika við merkjum í sinni andlegu lífi. Er það að kvarða snúning sinna vandræða? Við erum öll einhvern tíman brotin. Ekki leita fyrir að fela dýrmætt gildi þín, frekar leita til Guðs, leyfa honum að ljúka okkar sárum. Kristur kom fyrir að danast til okkar. Þetta snýst dýrmætt gildi, kærleika, þjónustu, fyrirmyndir, lögum af aðgerðum, ekki bara sérstakri nálgum, heldur tilfinningar að gefa en frekar. Í vináttu, bjóðum, þurfum ekki að leita annað. Kærleikurinn gerir okkur umhyggjusamari. Hugsunin svo líka og dýrmætt öll ef við lofum að vera þess virði. Þegar við spyrjum hvar kærleikar skulum við hugsa þann lífsvettvang sem kærleikurinn þarf. Ertu þú í réttu fríi? Kærleikurinn er ekki að hafna öðru fólki, honum berum að átta sig á hagnýtingum og halda þeim lífsgildum. Kærleiki er máttur, í því liggur frábærn, hversdagsleg umhyggja og getur verið auðveldur í atferli. Í lok dagsins skalum við leita lausna sem kallar hjálp, lífaráðgjöf, þjónustu. Hvort heldur ég að rækta vin sem á í erfiðleikum eða tala við einhvern sem þarfnast þess að kalla hlutum. Þessir leikir eru kannski margir, en kærleikurinn er krafan okkar tilfinningu og samfélag, þar sem við erum leiðandi þáttur í baráttunni gegn erfiðleikum. Skuldbinding við að lífa kærleikan inn í okkur sjálfum er að leggja grunn að umhverfi sem gefur færi á að blómstra. Aftur á móti skulum við leita að Guði. Í mólunum er Guðs nærvera, þar sem kærleikurinn reynir að holdast. Skynjun kærleikans felst í því að tengjast þörfum annara, að sýna umhyggju, kærleika og sannan frið. Þetta ferli snýst að leita að verknað til að efla aðra til að hafna þeirra eigin sárum. Kærleikurinn þann daginn verður öll dýrmæt, leiðandi þar sem þú gerir það framvegis viðurstöðum í kosningar og ákvarðanatöku. Í bæn skulum við leita Guðs,
biðja að kærleikurinn losni í hjörtum okkar. Guð, hjálpaðu okkur að láta kærleikan umvefja okkur og skynja að við erum ekki einir í okkar baráttu. Gefðu okkur visku til að fegra líf annara, gefðu okkur hugrekki til að snúa aftur í þá leið kærleikans og afsaka okkur þá sem hafa sár og fyrirgefningu. Amen. Í þessari síðustu kaflans skulum við dýfa okkur dýpra í þá ábyrgð sem kærleikurinn kallar á okkur. Kærleikurinn er ekki aðeins tilfinning. Hann er aðgerðin, hugmyndin og öll virkni sem hjálpar okkur að byggja upp, styrkja og mikilvæga tengsl við annað fólk. Kærleikurinn er lífgjafi sem umvefur okkur í erfiðleikum, veitir okkur von þegar aft virðist týnt og fer á undan skref með sálum sem þjást. Kærleiki mínir, hversdagslegir athafnir geta breytt þessu yfir í dýrmætt svæði nýtni. Hvernig getur þú sýnt kærleik í dag? Það getur verið í litlum hlutum eins og brosi, að segja góð orð eða jafnvel einfaldlega að hlusta. Kærleikurinn í þessum smáatriðum skiptir sköpum. Það snýst ekki alltaf stórar gjafir eða fórnir, oft eru það litlu hlutirnir sem líklega hafa dýrmætustu áhrif. Hugsanir þínar, orðin þín og gjörðin eru allt saman samsett í kærleikan og þetta ferli einfaldaðist þegar við leyfum okkur að vera andlegir á þessari leið. Eins og Biblían segir, því að þar sem kærleikur er, þar er fríður í hjörtum. Þegar kærleikurinn er ríkjandi, þá er því fylgt fríður. Þegar við veljum að sýna kærleika, erum við að leggja okkur fram að binda sárin, heila sális og afsaka allt slæmt. Kærleikurinn leiðir í raun að því að meina sár, hvort sem það er í okkar eigin lífi eða í lífi annara. Leitum við nú tækifæri til að hlúa öðrum. Hver er það fólkið í lífi okkar sem þarfnast þess að styrkja hvern annan? Við getum alltaf bætt okkur í því að veita aðstoð, hvort sem það er að deila visku, stuðningi eða einfaldri umhyggju. Þetta er nauðsynlegt til að efla boðskap Guðs kærleikan. Kærleikur er oft ósýnilegur, þar sem skólastirnið síast í gegnum umhverfið okkar, þó er hægt að greina hann skýrt í hjörtu þeim sem eru umhugað að hjálpa. Í þessari þjónustu kraftist Guðinn ís og þís. Dýrmætustu andlegu auðlindir okkar eru ekki því líklegar að vera ósjáanlegar, en þau koma með verulegum kærleika. Í hringrast þessara gjafar eru viðfangi kærleiksins vitnisburður dýrmætari ástæður, því að mannkynið súkarfræðar eðli okkar. Kærleiki er ekkert krafist okkar, heldur erum við krafist að taka skref í leiðalaginu. Þegar við bjóðum kærleika til annara, þá erum við einnig að kalla til okkar sjálfra, aukum þau gildi sem leiða okkur til kveðs. Önnur íhugun sem við eigum að hafa í huga er að við eigum að vera opnir fyrir kærleikanum sem kemur að okkur. Oft erum við svo upptekin af okkar eigin áhyggjum eða sjálfsvitund að við gleymum því að kærleikurinn getur komið í gegnum aðra. Það getur verið í gegnum fyrirmyndina sjálfa, viðmót. Ef við verðum fyrir kærleik, hverjum erum við tilbúin að taka aðra, þá munum við sjá hvað kærleikurinn getur skilað. Við eigum að rúpla okkur frekar fyrir því bæði að veita og taka kærleika. Eins og við sjáum staðfest í Lúkasar 6:38. Gefðu og það mun verða þér gefið. Þess vegna er kærleikur ekki einungis að blása inn kærleik til annara. Það sem við gefum til þess mun skila sér til okkar. Við þurfum að ná til þeirra sem svo hafa verið beittir og jafnvel fólki sem við teljum að sé ekki virðir kærleika. Þetta er að sýna öllum kærleikanum, að veita nýja frekar hugsaðum tunnufréttum. Þegar við leitum að mótleiknum, getum við spurt okkur, hvernig þurfum við að skapa þessu kærleikselements strangt inn í okkar hegðun? Getum við treyst á samtal? Getum við treyst á að skeiða í kinnum? Kærleikurinn er ekki einungis skynjaður, hann er líka að vera umhyggjusamur til að móta okkur fyrir kærleikan sjálf. Framtíðin okkar er háð þeim kærleika sem við veljum að gefa. Við verðum að hugsa hvað það þýðir að bjóða kærleika þegar allir aðilar eru komnir á staðinn. Eru við veruleg? Hver resultat rísar í dýrmætum tækifærum? Á meðan horfnum á fyrirgefningu og kærleika erum við haldað í boði fyrirmyndina eins og Krist. Kærleikurinn mun ávallt fylgja, gefa okkur nýja færi og breyta því hvað er einfalt. Í lok þessa ferlis skulum við taka stund til að biðja leiðsögn. Guð, gefðu okkar þá ómældu,
Hjálpaðu okkur að leita að kærleikanum í hagnýttum sérgreinum. Leifðu okkur að verða ljósi fyrir samhugan að sýna heimsækja þessa gerandrja. Amen. Kæru vínir, þegar við stefnir í þetta nýja tímabil í okkar andlegu ferðalagi, skulum við hugsa hvernig kærleikurinn getur veitt okkur nýja sýn. Kærleikurinn skapar samband, hann brúin sem tengir sálir. Þegar við gefum kærleik, erum við að opna dyr að djúpum tengslum sem hafa jákvætt áhrif á líf okkar og líf annara. Það ekki bara það sem við fáum í staðinn, heldur hvernig kærleikurinn breytir okkur innra. Hvernig getum við gert kærleika að hluta af okkar daglega lífi? Kærleikurinn byrjar innra með okkur. Við verðum að endurskoða okkar eigin hjörtu og skynja það sem notar okkur áfram. Oft erum við á röngum stað, hugsar hvernig aðrir skynja okkur, en kærleikurinn kallar á okkur að sniðganga þetta. Farið spája, kærleikin ekki bara að elska aðra, heldur einnið að leyfa sjálfum okkur að vera elskaðir. Guð gefur okkur kærleik sem vernd gegn ísameiga eða skömm, það auðugasta gjöf, fullkomin kærleiki úr Guði. Eins og stendur í 1. Jóhannesarbrefi 4:18, kærleiki engin ótta, heldur fullkomin kærleiki að útrýma ótta. Þannig kærleikurinn nauðsynlegur átaks til að koma í veg fyrir að við höfum ótta við það sem liggur fyrir. Kærleikurinn minnkar áhyggjur hjartana okkar. Þegar við sýnum kærleika, þá leifum við okkur að lifa á eigin forsendum, ekki samkvæmt hræðslu eða sjálfshugmyndum. Lítum svo á hvernig kærleikurinn kemur fram í árangri okkar. Hvernig getum við bætt okkur í kærleika? Það byrjar á því að við leitumst við að hlusta. Hlustun mikilvægast. Þegar við hlustum að fullu og heiðarlega á aðra, þá sýnum við vorki virðingu og kærleika. Þetta snýst þá ekki bara að vera þögult en umhyggjusamur. Við þurfum að opna hjört okkar og huga fyrir öðrum, vita að kærleikurinn margslunginn. Kærleikurinn þróast þegar við setjum okkur í aðstæður annarra. Oft má leiða okkur að sýna umhyggju með því að setja okkur í stöðu þeirra, hvort sem við þekkjum þau vel eða ekki. Kærleikur snýst að greina sársauka, óska fyrirgefningar eða leita aðstoðar. Þetta beygir sig í auðum birtu dallega. Við fáum að sjá hvað aðri þurfa. Það getur verið örlítil aðstoð, rindir undir raunir þeirra eða jafnvel einföld, eindregin jákvæð orðin. Þessi kærleikur verður ekki aðeins umhyggju, heldur skapar traust. Við getum einnig hugsað hvernig kærleikurinn skapar samfélag. Þegar við bjóðum kærleika, byggjum við upp samfélag þar sem fólk getur þroskast. Hvernig getur þú verið hluti af þessu? Við getum myndað hring, tekið höndum saman og slegið kærleiksmannin litla þegar allir hjá okkur veikja. Kærleikurinn í okkur mun blómstra og skýla sér svona. Kærleikurinn ekki heldur vanhæfur, heldur leggur sig í hamanahald. Eins og Biblían segir, að rísa upp í kærleika að veita öllum aðstæðum von. Þetta boðskapur sem sjálfselsku fólksins þarf mikilvægir gæði kærleika til að móta. Hvernig skapar þú kærleika í því umhverfi sem þú nærð? Sýndu að þú setur kærleika í forgang. Ekki bíða eftir staðrindum heldur að láta kærleikan blómstra. Við getum veitt kærleika hvar sem hvort sem í fókvörðum, í vinnunni eða heima. Í óróleikum það kærleikurinn sem hleypir okkur áfram. Hann með okkur í erfiðleikum, miða af skynjun sem gerur okkur að breytast. Þegar við sýnum kærleika, skapar það gildi sem við verðum aldrei eftir. Kærleikurinn útheimtir samfélag, mun krafist nú starfar á það að útrýma óvini. Með því tökum við skrefin inn í nýja hring. Eina leiðin til að byggja upp þessa einingu að biðja reglulega. Að biðja leiðskun Guðs nauðsynlegt. Guð, í dag biðjum við að þín blessun skili sér yfir okkur. Leifðu kærleikanum að styðja okkur. Hjálpaðu okkur að hverfa frá sjálfskinningu og skapa fríðara samfélag. Með kærleikanum munum við finna styrk, fríð og frelsi. Amen. Kærleikurinn hefur þann kraft að umbreyta lífum okkar og samfélaginu í kringum okkur. Þegar við veljum að elska, leifum við kærleikanum að flæða úr hjörtum okkar og í verkin okkar. Við öll fátæk ef við hugsum að við getum ekki hugsað að bjóða kærleika fram.
en við getum ekki vanmetið kraft kærleika til að breyta heiminum. Fyrst og fremst kærleikurinn að finna í smáu hlutunum. Hvernig getum við sýnt kærleika í hefðbundnum atburðum dagsins? Það ekki alltaf nauðsynlegt að framkvæma stórar, flóknar aðgerðir. Stundum getur það verið einfalt aðgerð eins og að bjóða góðu orði á réttum tíma eða hjálpa náunga að skera niður hindranir sem eiga sér stað í daglegu lífi. Þegar kærleikurinn kemur fyrst, þá breytist okkar samheiðarhingur. Það gerir okkur kleift að umvefja aðra í kærleika, jafnvel í erfiðleikum, eins og við sjáum í Rómverjabréfi 12:10. Eltið hvort annað í kærleika. Lítum á hvort annað fram yfir okkur sjálf. Kærleiki gerir okkur kleift að þróast í sátt og samlyndi. Það skapar dýjatamyndun þar sem hver okkar mikilvægur hluti af heild. Þegar við viljum styrkja samfélagið okkar, felst styrkur okkar í því að einbeita okkur af verkefnum sem byggja á kærleika. Hvernig getum við verið til staðar fyrir aðra? Kærleiki ekki takmarkaður við ákveðna menn eða hvað sem hann aðgengilegur fyrir alla. Það hvernig við nálgumst aðra virkar best með því að vera viðtökuliðnir, að hlusta og að viðurkenna þarfir þeirra. Að mynda tengsl í okkar nærumhverfi mesta verkefni okkar. Okkar hvöt að sjá að kærleiki getur haft áhrif á líf einstaklinga, fjölskyldna og stofnana. Þegar við veljum að byggja upp kærleika, þá sköpum við hollt og harmonist samfélag. Þetta ekki aðeins boðskapur trúarinnar, heldur okkur öllu mikilvægt skylda. Það þörf á kærleiki eins og ljósi á dimmum stað. Lítum á hvaða áhrif kærleikurinn hefur í okkar samfélagi. Þegar við skiptum kærleika, skilar það þeirri umhverfisandi sem hvetur okkur til að taka á okkur ábyrgð. Kærleikurinn ekki aðeins að sjá næsta mann, heldur einnig að skynja þörfina á hlutverki okkar þar sem getur verið veiklendi eða einangrun. Þegar við í góðu sambandi og lyftum okkur hærra, gefum við líka öðrum tækifæri til að blómstra. Krafan kærleika í samfélaginu fyrir hendi í dag meira en áður. Við staðsett í heimi þar sem mikið stríð hefur orðið. Ótta, böl og heimskur stjórnuðu okkar gera óttana valdi. Við þurfum að nýta kærleikan til að móta nýja skynjun sem skapar jákvæðari árangur. Kærleikurinn í raun sú afkar ávöxtun. Hann blanda af hollustu, trösti og meðvirkni. Í þessu samhengi skulum við biðja hugrekki til að vera flýtjandi kærleika. Guð, í þínu nafni, biðjum við að þú gefir okkur þann styrk sem við þurfum til að vera kærleiksfullir í orði og verki. Við biðjum að kærleikir flæði í gegnum okkur, þannig að við getum náð til þeirra sem í þörf. Við biðjum að kærleikurinn verði leiðarvísar okkar til að breyta dýrmætum tækifærum í öllu okkar lífi. Leyfðu okkur að skapa aðstæður þar sem kærleikurinn getur aðgreint okkur undan ljósi. Láta okkur verða virkur lífsvettvangur kærleikans. Amen. Kærleiki þungamiðjan í okkar ferli, skref sem staðsetur okkur á ákjósanlega braut. Við skulum alltaf leita þess að breyta okkur til betri leiðar, byrjaður við sjálfan okkur og leyfa kærleikanum að verða að mun meira en aðeins tilfinningum, nýta það í daglegu lífi okkar. Skildu að kærleikurinn veittur, hann álítur okkur leyfi til þess að blómstra, ekki aðeins fyrir okkur sjálf, heldur fyrir alla. Amen.